Ok, ég ætla að taka þetta smá vídeo fyrir þá sem ekki mættir. Þið haldið bara áfram að gera það sem þið að gera. En svo að fara bara inn á Dreifnám, fara bara inn á YouTube, finna vídeó sem heitir Dreifnám, skráning, 1, kvöldskóli, KSK og þið ætlaði að skrá ykkur í þennan áfanga hérna síðan. Inn á fbdreifnám.is. Það alveg leiðbeiningar í vídeónu hvernig þetta gert. Það eina sem við höfum verið að lenda aðeins í vandræðum með núna að tölvupósturinn svolítið seinna að koma til ykkar. Í símann ykkar eða hvað sem kemur. Bara eitthvað, reyna með eitthvað seint að svara. Kannski gerist þetta bara svona núna. Dagskólan verður þetta búið að vera, þetta tekið klukkutíma. En ok, þá upptakan komin í gang. Herðu, já, til hvers við erum að læra stýringar. Stýringar nú kannski, ég held ég megi segja bara svona mest áríðandi parturinn af því að læra að vera rafvirki í dag. Og þannig að það ég legg á töluverða áherslu að þið reyna að verða svolítið góðir í stýringum. Það gerir lífið ykkar betra sem rafvirkjar. Komist í skemmtilegri svona djobb og hreinni og að vinna meira með höfðinu heldur en með brotvélinni. Þannig að endilega mæli með að reyna að vera svolítið góður í þessu. Svona rafmagnsstýringar náttúrulega notaðar bara út allt. Þetta eitthvað sem búið að vera að aukast alla tíð. Alveg sem að var að fara að nota rafmagn eða eitthvað. Og þetta alls ekki eitthvað sem að fara að minnka. Við meðum búast við því að vera alltaf meira og meira fyrir rafvirkjana að gera í staðinn fyrir hina sem að missa vinnuna, þetta sjálfvirkni. Allt frá búðakassa liðinu sem að vera sjálfvirkur búnaðar núna. Hverjir koma til með að halda því við? Þið. Róbotar og alls konar, öll þessi sjálfvirkni sem alltaf að bætast við í samfélaginu. Það alltaf einhverjir rafmagnstækni gaurar sem að sjáum að halda þessu við. Ég segi alltaf þegar ég komi hérna út úr rafvirkjadeildinni í FB þá eru þið ekki rafvirkjar eins og rafvirkjar voru fyrir einhvern tugum ára síðan sem að voru bara lögðu rafmagn í hús og verksmiðjur. Heldur verða menn eitthvað svona rafmagnstæknigaurar. Og það og rauninni starfsviðið ofboðslega fjölbreytt. Síðast þegar ég vissi þá voru einhver tæplega 18% af rafvirkjum að vinna í svona nýbyggingum. Og svona venjulega rafvirkjar sem að fólk sér fyrir sér sem venjulega rafvirkja. Allir hinir eru í einhverju svona þjónustustörfum, bara halda samfélaginu gangandi. Samfélagið bara gengur orðið fyrir rafmagni í dag og svona tæknibúnað. Það eru tölvukerfin, öll sömul og öll þessi samskiptakerfi, þráðlausu kerfin, GSM-kerfin, bara endalaust alveg upp og það alltaf að bætast eitthvað nýtt við. Það eru rafvirkjar sem sjáum þetta allt saman. Ljósleiðarakerfin og allt. Þetta allt rafvirkjar. Einhvers konar rafvirkjar. Og þetta mannskapurinn sem að vantar. Og við reynum bara að undirbúa eins vel og við getum til þess
þegar þið komið hérna út þá getið þið sérhæft ykkur á ykkar sviði. Og að sveinsprófið sé ennþá eins og það var fyrir 20-30 árum. Þá eru menn að gera eitthvað allt annað. Menn eru bara í öryggiskerfum. Jafnvel bara í brunakerfum. Bara í tölvukerfum. Bara í ljósleiðaralögnum. Bara í raflögnum. Bara í hússtjórnarkerfum og svo framvegis og svo framvegis. En allt þetta einhvers konar stýrikerfi og þannig að þetta skiptir miklu máli að þekkja þennan grunn. Segulliðar eru fyrirbæri sem eru mikið notaðir á rafvirkjum. Menn eruðu mjög fljótlega varir við það þegar þeir fóru að fikta með rafmagn að ef maður setti 8 vita upp að rafmagnsvír sem rafmagn var að fara í gegnum þá snerist nálin alltaf í sömu áttina. Það þýðir það að þegar það fer rafmagn eftir rafmagnsvír þá er segulsvið kringum rafmagnsvírin. Segulsviðið í kringum eitt rafmagnsvír er ekkert sérstaklega mikið og svona almennt. En hins vegar þegar við erum búin að ef við tökum hennar vír og hefjum honum upp í góða högg, þá hlýtur að magnast upp bara bætast við með fyrir hvern vending. Og það er það sem að menn gera, það er sem sagt búa til spóla. Þetta er segulega stundum kallaðar spólurófar og bara með það kveikju slökk á rafmagninu í gegnum rafmagnsvírin þá er þetta kveikju slökk á segulsviðinu. Þegar þú ert komið með það geta kveikt og slökkt á segulsviðinu og þá nú möguleiki á kannski að fara að nota það í eitthvað og það var svona fljótlega það sem að menn fóru að gera að það er hægt að búa til eitthvað hreyfingu og yfirleitt er þetta gert þannig að nota járn. Þetta er járn stautur eitthvað og spólan sett utan á járni vegna þess að járn leiðir segulsvið miklu betur heldur en loft. Loft leiðir alveg segulsvið en járni gera það bara miklu betur. Nokkrir málmar viðbót sem eru frekar dýrir en það er alltaf notað járn. Járn er alltaf fræ ódýrt og bara mjög gott til að nota með alls konar segulsvið. En þá ein regla varðandi þetta til þess að geta kveikt og slökkt á segulsviðinu að járnið verður að vera mjúkt. Ef þið eru með stál, hart stál, sama hvaða orsökum það er hart, þið getur búið til hert stál, sett það inn í segulsvið, tekið út úr segulsviðinu aftur og segulsviðið er fast í stálinu. Bara eins og ísskápasegull. Mjúka járnið, sem er bara hreint járn, venjulegt járn, það gerir þetta ekki. Þannig að allt járn sem við notum, hvað sér þau? Drifnúmer, nei, kvöldu er ekki komið inn. Nei. En það er náttúrulega svo sem ekki skiptan hennu. Það er ekki að nota hinn bara. Það er nokkuð til. Þetta er skilenguðar, hjá sér. Þannig að allt járn sem er notað í það sem maður þarf að kveikja og slökkva á segulsviðinu að vera mjúkt járn. Eitthvað sem hægt er bara að beygja. Og
Síðan nú spurningin, í hvað notum við svona, já, þegar þú komið með, síðan feistu menn þetta við rofa og reyndar alls konar búnað og hérna fór að nota þetta til að kveikja og slökkva á rofum. Þið sjáu þetta eftir, við fyrktum í einhverju dóti þetta eftir og rífum nokkra segulaði sundur og fyrktum í einhverju dóti. Þá sjáu alveg hvernig það virkar. Það sem að þetta er notað í aðalega segulrófarnir. Það er annars vegar svokallaðar stýringar þar sem maður svona láta einhverja keðjuverkun vera í gangi eða að kveikja á einhverjum allmiklum hlutum. Við getum ekki nota bara svona venjulega rof eins og þannig hérna, bara venjulega rofi, til þess að kveikja öll ljósun á Laugardalsvellinum. En við gætum hins vegar nota þetta svona. Sérðu hvað er smurrið hérna? Þannig að ég geti nota bara svona venjulegan rofa til þess að kveikja á þessum. Þessi geti kveikt ljósin á allavega í einu horninu á Laugardalsvellinum. Það er 4 staurar eða ekki sem hafa með fullt af ljóskostum. Mælinn. Svartur einn. Þannig að þetta er svolítið mikið svoleiðis. Segulrófar er notað til þess að kveikja eitthvað sem tekur mjög mikið rafmagn, mjög mikið straum og svona staðinn fyrir að vera eitthvað stað með svona Frankenstein rófa eitthvað staðar. Og síðan er hægt að, eins og segir, stýra þessum rófum einhvern veginn. Og bara eyðileggja fyrir mér söguna sem ég hafði alltaf. En við skulum samt reyna, það er svo stutt síðan að við getum þá ímyndað okkur þetta. Ég hef tekið eftir að í loftinu á Hvalfjarðargöngunum eru svona blásarar. Það blása menguninni út. Og þetta hefði alveg getað verið þannig að þeir eru bara fylgst með þarna svona afgreiði í skúrnum. Það bara séð þegar fólk var að koma út úr göngunum og borga og eitthvað svona bláir á vörunum og hóstandi. Það var kannski komið tími til að setja blásarann í gang. Það var alltaf að spara mikið að keyra blásarann, það taka svo mikið rafmagn og dýrt að keyra það. Eða það geti verið mælir, svona einhverjum mengunarmælar einhver staðar inni í göngunum sem að myndu svona sýna á einhverjum staðar inni í skúrnum og þá myndi manneskjan í skúrnum fara og labba hérna inn í göngin og kveikja á hvernig rofa þessum blásararnir eru. Eða að það væri bara búið að setja svona hnapp í skúrnum til að kveikja og svo til að slökkva aftur þegar mengunin er minkað. Tengd náttúrulega við svona segulrófa eins og ég sýndi ykkur áðan sem að kveikir á mótorunum og blásarunum. Eða næsti möguleiki skynjarinn, mengunarskynjarinn, hvort sem það er koldíoxíð eða hvað hann er að skynja. Hann er tengdur inn á eitthvað svona iðntölvu sem að kveikir bara sjálfkrafa þegar að mengunar orðin ákveðið mikil. Og við vitum það núna þegar það er búið að rífa skúrinn þar sem maður þurfti alltaf að borga fyrir að fara í gegnum göngin. Það var aldrei neitt svona búnaði þar. Það var greinilega eitthvað svona sjálfvirkt eitthvað staðar inn í göngunum, eða ekki?
blásarnir hljóta bara að fara í gang sjálfkrafa þegar mengunin er orðin ákveðið mikil. Þannig að þannig myndu þið gera þetta, ekki? Ekki? Þannig að svona, þegar þið eru búin að læra pínlítið meira í stýringum. Þannig að síðan eru önnur kerfi og grunnurinn af því sem að þið lærið hérna núna á þessu rönn sem sagt svona þið lærið að setja svona upp það sem við kallum svona backbone-ið á svona heimiliskerfum og bara ljósastýringar og allt það. Það eru svona stundum skipt upp í einhverja þrjá parta og það er teiknast þríhyrning út af peningum og magni. KNX, Home og venjulegt. Þetta venjulega er þetta það sem við erum vanir. Þá er ég að tala um bara að þetta eru bara svona venjulegir rofar eins og eru svona á allflestum heimilum. Það er bara rofa til að kveikja og slökkva ljósin. Og ef það er eitthvað fancy þá er eitthvað stað búið að setja dimmer eitthvað staðar í stofunni eða ekki. Það er alltaf mikið meira heldur en það. Þetta sem er hérna uppi, þessi KNX kerfi eða Instabus. Þetta eru kerfi sem eru í rauninni hönnuð fyrir stórar byggingar eins og þennan skóla hérna. Þannig að húsvörður getur í rauninni séð bara allt í skólanum. Það er hægt að hafa allt inn í þessu, allar ljósa, kveikingar, dimmingar, hitastýringuna, gluggana, gardínurnar. Ég held ég ekki að glemma neina. Já, allt hitt. Það er að tengja þetta vindhraðamæli upp á þakki og láta kyndinguna breytast þegar það fyrir að hvessa og allar kanta. Þetta hérna eru kerfi sem eru að koma inn núna og eru, ég segi alltaf núna sko, þú har möguleikann að velja þér hérna, þetta er verkamannabústaðaútgáfan hérna og svo ertu bara þar næstur ofan. Og þetta er rauninni sama kerfið. Það er mörgu leyti sami búnaður notað í það, en það er allt önnur aðferð til þess að stýra því og það er selt á allt öðru verði. Þetta væri svona sirka þannig að efniskostnaðurinn hérna væri kannski 250.000 hérna á lágmarki og þá væri hann kannski 3 til 500 hérna og hérna myndum við bara segja sko 1 milljón og upp úr. Og hérna þarftu sérfræðing til þess að forrita kerfið, rándina sérfræðing. Það er reyndar gott að vera sá sérfræðing, það er auðvitað að borga. En svo þegar það bilar, eða það gerist, þá eru að hafa samband við þennan sérfræðing og hann getur bara rukkað eiginlega bara hvað sem er. Þetta það á engin annar forritið, afrita forritinu heldur en hann, forritinu. Og það er alveg verkfræðistofur sem að geta rukkað alveg vel fyrir þetta. Hérna er náttúrulega engin forritinu, það er bara tengt og farið. Hérna getur bara eigandinn þess vegna forrita kerfið sjálfur, þetta er bara gert með iPad sko. Og það er ekkert mál fyrir rafvirkjann að gera það. Það er sem sagt að verða til líka inn í starfsgrein meðal tæknimanna. Það er svokallaður hérna Smart Home Installer. Smart Home Installer. Og þessi kerfi er á leiðinni þangað
að þú glappar upp á húsinu heima hjá þér, myndavélin, hún er tengd inn á kerfið, hún bara þekkir þig, andlitið á þér, göngulagið, opnar hurðina. Kveikir ljósin sem að þú ætlar að sé kveikt þegar þú kemur heim, kveikir á sjónvarpsrásinu sem að þú ætlar að hafa kveikt á. Allt klárt. Vaknar á morgnana, skilur, það er ekki engin svona sérgert vekjaraklukka, heldur bara eru ljósin í herberginu svona hálftíma að birta, hægt og rólega, alltaf á sama tíma á morgnana, ef maður breytir yfir að hafa reyðis. Svo dettur útvarpið í gang, kaffivélinn, Svo þetta með þyrnir, það er kviknað. Já, nei, þá getur bara sagt þú gerir, það er bara, nei, bara, nei, ekki núna, slaka. En þú getur talað við þessi kerfi í dag, þú er sagt við að bara dimma ljósin í stofunni niður 30%. Þá gera það. Ekki íslenskur röndar, en alltaf bara stutt í það. En það er inn í þessu sko, að gervigreindin er að koma svo hratt inn. Það er Alexa, heitir það George eitthvað hjá Alexa Google, svo er Siri hjá Apple, Bixby á Samsung, já, Google Home, já, þetta heitir eitthvað. Google Það er Assistant, Alexa allavega þessar 4 sem eru orðnar mjög öflugar í dag. Og gervigreindin hún bara virkar þannig að eins og það kannski tekið eftir að síminn ykkar, hann skilur ykkur alltaf betur og betur eftir sem þið talið oftar við hann. Og þetta er það sem er að þess að gervigreindin er að þróast hraðar heldur en sennilega nokkuð annað í dag. Það breytir því ekki að rafvirkjandi við þurfum að setja upp rofana og dimmana og allt þetta dótari og tengja við ljósapjörurnar og tengja við hitt og þetta, fóta allt til að virka. Þetta er alltaf að draga í. Og svona forrita þetta í grunninn í fyrsta skipti, svo tekur bara eigandinn við og hann getur fyrta þessu sjálfur. Eða bara þú segir bara, þú talar bara í gegnum Alexa, segir bara kerfinu bara hvernig þú tafa þetta. Þessi home-kerfi, Já. það er einfalt í forritunum. Já, mjög. Það er bara, þú bara með iPad og bara þessi rofi hérna og kveikið þetta ljós og bara tengir á milli. Það er samt mikilvægt að það sé ekki á dimmer, þannig að það ekki setja það með sjúkverð á dimmer. Já. Það er bara allar rofa. Já, það er náttúrulega, já, það er náttúrulega eitt af þessum að tæknigaurarnir þurfa að vita, það er ætlaðist til þess að tæknigaurarnir viti, að það er ekki hægt að láta hvað sem er ekki hægt að tengja hvað sem er saman, sko. En það er hægt að tengja Philips Hue inn á þessi kerfi, þar sem að ef ég bæti við það heitir reyndar Triatom, þetta kerfi. Það eru önnur sambærileg kerfi líka í gangi og já, það er hægt að tengja Philips Hue inn á það og Sonos hátalara og eitthvað fleira dótari. Og Hager er að koma með eitthvað líka. Þetta er Hager. Þeir eru aðeins meira KNX meginn, nota meira KNX dótið sjálft. En þessi aðilar eru að fara svona aðeins, þeir eru ekki allir að fara sömu leiðina, en þeir eru allir leiðin í sömu átt. Þeir eru ekki allir með sömu aðferðina. Þannig að en svo er það líka bara allar þessar venjulegu klassísku
segulagastýringar, götuljós, öll götuljósin, allt segulagastýringar. Einu sinni voru það svona, nú víða ennþá, svona stór grár skápur á gatnamótunum. Einu sinni voru þeir sko alveg smekkfullir af seguliðum. Það ekkert svoleiðis lengur. Það búið að taka seguliðana, og rosalega flóknar segulagastýringar. Það bara búið að setja svona í staðinn. Það getur það sama, eða meira reyndar sko. Þessi. Já. Hvað sem maður gera næst bara ætlum að fikta í einhvern segulum og svona sjá hvernig þeir eru uppbyggðir. Síðan, já, það sem til alls konar gerðir af segulum, bæði stórir og litlir og alls konar. En svo það þessir svokallaðir tímaliðar, þeir eru mjög áríðandi í þessu líka, þeir eru mikið notaðir. Það eru seguliðar sem eru upphaflega voru þeir búnir til þannig að það var svona loft ventilla sem að tafði þá að fara niður eða tafði þá til að fara tilbaka. En núna þetta alltaf elektrónísku búnaður og það talaði seinni innseguliða og talaði seinni útseguliða sem voru náttúrulega eins og segir upphaflega tafðir með einhverjum svona mekaník en eru núna bara svona elektróníski liðar og eru mikið notaðir til þess að stýra öllum milli himins og jarðar. Það er mjög algengt að það þurfa að bíða eitthvað með að hlutir virki eða sem sagt að það kveikna okkur. Að bíða með að kveikna okkur og það er bíða með að slökkna okkur eftir að búa koma. Það ber bara götuljós, það er bara endalausir svona tímaliðar. Endalausaugur á tímaliðum. Það sem kallað sem sólur. Já, svo er það. Þessi liðar í dag, liðin sem að þið eru með þetta á tréspjaldinu fram á okkur, þetta er svo kallað multiliði. Það er þetta að stilla þannig að hann sé seinni inn, seinni út, það er að láta hann blikka, það er að láta hann gefa smá púls og hinsegin og alls konar fúnkstjónir. En svo er það þessar sem er raunar klukkur, það er þetta, þú getur verið með klukku sem að kveikir á einhver einu svona ári, einu svona mánuði, einu svona viku, einu svona dag eða svona þessi sólúrið sem að virkar þannig að þú segir það, stillir inn í það hvar það er statt í heiminum, bara GPS-nýtin og náttúrulega síðan rétta klukku og síðan slökkur að ljósin þegar það birtir á mótnana og kveikir ljósin þegar það dimmir á kvöldin. Eftir árstíðum. Þannig að þetta er allt hægt. En það dótar í allt saman, allar þessar flóknu fúnksionir, þær eru orðnar bara innbyggðar í svona græjum í dag. Og einn tímaliði, eitt sólúr eða eitthvað, kostar kannski 10 skall eða eitthvað. En þessi kostar 20 sko. Og getur gert þeir allt sko. Þannig að það ætti alltaf að vera eiginlega ein svona í sameigninni í hverju fjölbýlishúsi til þess að sjá kveikingarnar útiljósunum eftir ástíðanum bara og slökkva ljósin þegar það er sem að gleymist að slökkva. Það er ekkert mál að setja þetta upp þannig að kveikt ljósin á geymsluganginum, svo gleymist alltaf að slökkva og það slökknar þá bara sjálfkrafa eftir 1-2 klukkutíma eða þú stillir það bara. Eða 5 mínútur. Eða 10 mínútur. Það er sem menn vilja hafa
Það ekki frekar undir Perón. Ha? Það ekki frekar undir Perón. Jú, en það skiptir alveg voðalega litlu mál í dag, sko. Eins og með þessi LED-ljós, þeim alveg sama hvað kveikt og slökkt oft að. En sparperurnar voru almennt ekki gott að vera að kveikja oft að hann, sko. Nema að það væri með sérstakann ræsibúnað sem að elektroníska ræsibúnað sem að fór vel með þær í kveikingu. Það notar enginn svoleiðis lengur. Ekki það. Það er allar andri keypt nýtt, sko. Það er þannig að skipulagið á náminu. Nú eru þið allir komnir hérna inn. Það er alltaf gömul kennsluáætlun. Það er bara þetta skiptin út. En hún lítur alveg út bara með öðruvísi dagsetningum. Og skiptir kannski ekki alveg öllu máli. Þetta uppsetningin er á dreináminu sem að þið eru vantarlega komnir inn á. Eða þetta inn á. Það er ekki komið ímyndin. Ekki komið tölvupóstur að það kemur. Ekkert stress, það verður komið næstu viku eða eitthvað. Að þið sjá að það er sett alveg í hverja viku hvað á að gera í hverja viku. Og þetta er mjög vel slípað til. Þannig að þið bara haldið ekki dragast aftur úr. Mjög gott að fara fram úr. Þá getið þið tekið ykkur eitt auka kvöld í vinnunni og einhverjum auka pening að vera veikir einn dag eða whatever, skilju. Eru öll verkefnin verkleg? Öll verkefnin eru sambland af bóklegu og verklegu. Nei, þú ert alltaf að tengja þig til að skila. Já, næstum, sko, öll verkefnin gerið eitthvað, einhver hönnunarvinna og næstum því öll verkefnin eru tengd. Þið tengið þau og prófið þau. Ok? Og þetta er eitthvað 20 verkefni. Það er öll frekar lítil. Gerir þetta allt upp í tíma eða heima bara eða? Þið verðið, sko, þið þurfa að mæta svona fyrstu 2, 3, 4 tímana verðið að mæta. Eftir það getið svona að fara að meta það sjálfur. Get ég gert þetta verkefni bara heima og mætt næst, eða eitthvað. Þið verður samt að treysta það sjálfur. Eins og segir, bara passa ykkur bara að dragast ekki aftur úr. Það er ekkert að geta dregist aftur úr. Eitt mjög áræðandi atriði í þessu. Og vídeóið sem að heitir heimaverkefni. Ef þið smellið á það, þá sjáu þið það opnast smá leiðbeiningar, horfa á þetta vídeó, hérna er linkur á vídeóið og lesið þessar spurningar áður en að horfa á vídeóið. Þetta er eitthvað sem ég gæti alveg sagt ykkur, en þessi náungi hann gera það bara miklu skemmtilegar, þannig að ég er bara að lega þannig það. Og þetta er mjög gott fyrir ykkur í kvöldskólanum að þið getur bara að skoða þetta heima ekkert tíma. Þetta heimaverkefni að skoða vídeó. Já, og svara þessum spurningum hann. Getur þið geta með þau stýringum stöðu? Ef þú átt svarið, þú átt þessi svör, þá svarar það þeim bara aftur. Eða veist svörin. Ég þetta skilaði þetta inn síðust. Það var ekki til lengunar. Nei, það er rétt, það var ekki til lengur þá. Það er það núna. Já, þegar það tekur bara svona ákveðin tíma að læra þetta og einhverjir hérna í hópnum eiga eftir að
upplifa það að þeim finnst þeir vera ekki að skilja raskat, alveg bara gjörsamlega lost og eru alveg að gefast upp á þessu og allt það. En þegar þeir komir þangað sko, þá bara munið það, bara ekki gefast upp. Þannig ég get alveg lofað eitthvað því og ég lofa nú ekki mörgu. Að áður en önnin búinn, að þá skiljið þetta. Við kunnum öll táknin, skiljið þetta allt saman, þetta verður ekkert mál. Er þetta allt kennsluefni sem er hérna inn á? Allt kennsluefni er þetta inn á. Eru allar útskýringar með þessu? Já, svona mest allt. Það eru kennsluvídeó með svona þeim ekkur áfram. Ég sé að það er verkefni, svo setur bara verkefni laust. Já. Er þetta bara sýnisatriði? Þið ráðið sko fyrsta verkefni, ég ætla að henda í ykkur hérna, þetta er eina verkefni sem fá á pappír. Og það er þetta hér. Þið er bara að skrifa þessi tákn. Þið ráðið hvort að þið setjið þetta í Word eða það er þetta opnið í Word og skrifið inn í þetta. Eða krótið bara blaðið. Síðan skilið verkefnunum þannig að þið bara takið, þetta er eiginlega alltaf þannig, allan er það sko. Að þið bara takið mynd á síman ykkar og skilið þar inn á drennámið. Það er búin að skila verkefni. Okay. Er einhver linkurinn inn á það sem á skilar þessu nú? Það er það. Já, það er það sem stendur skil, Já. það verður þar í gegn. Þá taka mynda þessum skilur á blaðinu. Já, skilja. Ég tek ekki við neinu á pappír. Ég tek ekki við neinu á pappír, það er alltaf rafrænt. Já, það er það. Gögnin ykkur eru rauninni öll rafræn líka. Og ég láti ykkur stundum hafa upp á pappír af því að það eiginlega sérstaklega hérna upp af við. Það er bara í verkefnaskil og bara setja við það. Það er það. Þið ættir að læra þetta alveg eins og krakkarnir í dagskólanum. Það er alveg saman hvaða format. Þið eru bara eitthvað JPEG eða eitthvað svolítið, bara mynd. Bara mynd þessi mannum. Það kemur enda sem upp og gæti verið vandam. Ég kom upp í dag og það kemur stundum upp. Það blessa lúxusvandamál. Að þið eru með á góða síma þess að það er á mikil upplausn í símanum ykkur og myndirnar eru á stórar og það er erfitt að skila það mynd. Senda það í GIF. Þannig að við þurfum að, ef að það gerist, að þá verði ég búinn að láta laga það í næstu viku. Það verður bara búið að stækka hólfið fyrir okkur. Okay. Hörru, það sem við getum gert núna er að byrja þarna á verkefni.